Þá höldum við hérna í pakkhúsinu og í föstudagsþættinum og núna kom tími til að tala badminton og ekki bara badminton heldur kannski örlítið tennis líka. Velkomnir til okkar en við ætlum að byrja á badmintoninu, það er að byrja hérna stórt badmintonmót. Já, það byrjar í fyrramáli í höllinni klukkan 9. Já. 125 keppendur, stækkar svona ár frá ári, við byrjum með þetta fyrir nokkrum árum. Við höfum kannski munið þetta að við vorum, það var náttúrulega búið að vera badminton lengi á Akureyri. Vorum TBA er náttúrulega áratuga gamalt félag en það breyttist fyrir 3 árum síðan tæpum að við erum deild í KA og heitum núna tennis og badminton deild KA. Og við erum með þetta haustmót sem svona inn í mótaröð badmintonsambands Íslands og þetta bara verður vinsælla ár frá ári og það koma 5 lið á höfuðborgarsvæðinu. En við tölum bara íþróttir sem slíka, já bæði tennis og badminton, hefur þetta ekki alltaf legið svolítið bara vel undir radarnum á Íslandi? Ég held það og við sjáum hérna að við erum með í Eyjafirði, þá erum við með Samherja á Hrafnagili og við erum með Siglfirðinga, TBS. Síðan held ég að sé ekkert hér fyrir austan okkur. Allavega hef ég ekki tekið eftir því á mótum að neitt sveitafélag fyrir austan okkur sé með lið. Lítið fyrir vestan okkur og það ekki fyrir hún kemur bara í Borgarnes. En hvernig stendur það? Þetta er fullkomin inni íþrótt fyrir Íslendinga að stunda á vettuna. Það er ekki mikið vesen að verða svona skítsæmilegur í þessu. Þetta er ekki dýrt. Ekki dýrt, nei. Og þú þarft ekki að vera í brjáluðu formi til þess að geta stundað þetta. Þannig að er þetta ekki mjög hentugt fyrir bara... Jú, það er náttúrulega þessi sífellda umræða á Akureyri, það er náttúrulega gríðarlegt framboð af greinum. Það sko, við þurfum eiginlega aðeins að staldra við það því það er næstu því fáránlegt. Þeir eru náttúrulega eins og hjá KA en ég fór einhvern tíðan yfir en að lista þetta voru hátt í 30 tegundir íþrótta sem hægt að stunda í þessum rétt ríflega 17.000 manna bæ eða 18.000 manna bæ. Já, það er náttúrulega 21 íþróttafélag á Akureyri. Þetta innan IBA og framboðið er náttúrulega gríðarlega mikið og jafnvel of mikið ef menn skoða það þannig. En við viljum alltaf vera best og mest í öllu hérna. Ef það er í Reykjavík, hvað verður það á Akureyri? Já, og rúmlega það meira að segja. Ég held að við sem með sko, ef þú tekur höfuðborgarsvæði bara til samanburðar sko, að ef þú berð Kópavog eða Garðabæ eitthvað, þá vísa þeir bara í næsta sveitarfélag, þetta er stundað þar. En við erum náttúrulega með alla greina hér sem er jákvætt. En þá náttúrulega kemur það niður á einhverjum greinum. Það segir sér sjálft í þessu 17-18 manna samfélagi sem við erum að við getum ekki verið með fullt af iðkendum í öllum greinum þegar það er þá bara sömu iðkendum sem labba á milli. Og hvað er þetta eitthvað sem á að stýra yfirleitt? Nú þarftu eiginlega að fá pólitíksin til að svara því. Þú ert pólitíksin, séð á þér. Þú hefur skoðun? Já, en þú veist, það er náttúrulega frábært að það sé mikið framboð í boði. En síðan verður það kannski neikvæði hliðin á þessu er að greinarnar fara aðeins að berjast innbyrðis sömu krakkana eða sömu iðkendunar. Og það hefur náttúrulega verið umræði hérna síðustu árum sameiginlegan íþróttaskóla hjá yngstu krökkum. Það sem þau kannski fá að pröfa sem flesta greinar. Og það er bara umræði sem þarf að taka og hvað menn vilja gera í því. Hljómar rosalega vel. Hvernig er aldursskiptingin hjá TBK? Sko, það er nú ekki mikið af eldri krökkum, svona upp að 17 ára. En það hefur hins vegar fækkað alveg gríðarlega hjá okkur undanfarin ár. Þetta er svona ár frá ári fækkað og við erum svona bara að berjast í það og einmitt þetta við hina greinarnar að við höfum upplifað það að þeir sem eru í badmintoni, þeir eru ekki í öðrum greinum. Það er ekki eins og sumir í handbolta, fótbolta og skíðum jafnvel eða eitthvað svona, en þeir sem eru í badmintoni, þeir eru yfirleitt ekki í öðrum greinum. Þórsararnir hafa hægt að vilja mæta þegar þetta var TBK? Nei. Og síðan svona sko nýjar greinar, þá erum við aðeins svona fikta við að virkja téð í tennisnum sko. En við höfum svona verið að verja það að það er ekki ný grein af því að KA reisti, þetta er úr sögu KA bókinni, reisti hér tennisvöll á Akureyri 1920 eitthvað, niður á Eyri. Og svo muna alltaf margir eftir tennisvöllinu við Sundlaugina. Þannig að þetta er svona eilíf barátta við að viðhalda. En annað sem hefur nú verið nokkuð í umræðinu og meðal annars hjá KA, það er þessi tenging við almenningsíþróttir, svo kallaðar. Það er að segja að í þessum íþróttafélögum þá hefur megin áherslan verið lögð á
afreksstefnu er allavega upplifun margra og það flosnar upp úr þegar að krakkarnir annarkvort verða afreksfólk eða flosna upp úr íþróttunum. Þið eruð aðeins búin að vera að pæla í þessum almenningsíþróttavinkli. Við erum bara núna á morgun á KA-deginum, við erum með KA-dag, fjölskyldudag KA, að þá erum við að reyna að setja á stofn þessa almenningsdeild og þar hugsunin, við viljum fá inn bara fólk á öllum aldri, við viljum bara byrja með gönguhóp og svo jafnvel hjólahóp og hlaupahóp og hugmyndin hefur það líka jafnvel að vera með tennis og badminton fyrir ekki yngstu krakkarna heldur fullorðna, bjóða upp á tíma þar og svo hafa komið upp hugmyndir jóga og eitthvað fleira sem væri hægt að hafa inn í þessari almennis íþróttadeild. Að því íþróttir eru náttúrulega ekki bara þó að það sé frábært að ná árangri og verða afreksmaður, þá geta íþróttir, ég lærði þetta mjög seint reyndar, en það má stundum bara njóta þeirra af því að það er gaman. Já, og það kannski sem við erum líka aðeins að velta upp hjá okkur innan félagsins hvað með alla foreldrana, eiga þeir ekki að hafa eitthvað afdrep til þess að koma og taka þátt í okkar starfi, jafnvel það er einhver afþreying eða hreyfing í boði, samhliða æfingu hjá börnunum. Þannig að það er svona ýmislegt sem við þurfum kannski að fara að hugsa þess út fyrir. Fyrir utan hvað er miklu skemmtilegra heldur en endilega að fara bara á hlaupabretti sem er sjúklega leiðilegt. En er það ekki minnskilið þetta? Á maður ekki að vera sigð í íþróttum og þess að voru skátarnir settir upp? Það var bara gaman, var það ekki? Já, þetta eru þessi tvö sjónarmið. Ég meina, þið farið í bolta í hádeginu örugglega margir ennþá. Já, það snýst þetta líka allt sigurinn. Til að vinna. Já, en ekki til þess að endilega verða atvinnumenn. En þú getur haft gaman þó þú sért í keppni og getur farið og... Já, og þetta er náttúrulega líka verið umræðan, af hverju getum við ekki bara boðið félagsmönnum, oldboys að koma í fótbolta eða fara í hjólatúr eða hvað sem er Já, eða bara eins og maður sjálfur, fara bara í badminton eða tennis og gera eitthvað skemmtilegt þar sem maður má án þess að snúist endilega þetta formlega starf maður ætli síðan að fara á mót og keppni og hampa bikar. Þú mátti jafnvel sleppa úr viku Já, án þess að vera skammaður fyrir eitthvað. Við sáum þetta mjög vel í ágúst, við fórum á stað með tennisinn og auglýstum tennisnámskeið og það mætti yfir 20 fullorðnir á námskeið í 2 daga, það var í 2 daga og 1,5 tíma í senn. Þannig það var bara gríðarlega áhugi, fólk sem hafði kannski spilað tennis á strönd á Spáni eða feikta og kann ekkert í tennis og við fengum þjálfara úr Reykjavík og tókst bara rosalega vel. Maður getur bara ekki ímyndað sér annað en að þarna getur bara komið aukapeningar, nýtt tíman betur, þeir eru með eldra fólk sem getur verið á öðrum tíma heldur börnin og full nýta aðstöðu og gott fyrir hreyfingu. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem við þurfum að þróast. Þetta er alltaf sem þarf að skoða og einmitt upp á að nýta þá þau mannvirki og það mannskap sem við höfum innan félagsins. Badmintonið, við erum að detta út tíma. Já. Hvenær er mótið sjálft? Mótið byrjar í höllinni klukkan 9 í fyrramálið og heldur svo áfram klukkan 9 í KA-heimilinu á sunnudaginn. Úrslitin verða seinnipartinn á morgun á laugardag og svo klárast leikirnir á sunnudagsmorgun fram yfir hádegi. Og hvað er það mörg lið? Þetta eru 7 lið. 125 keppindur. Og aðalspurningin búin að halda það í mig núna í 8 mínútur. Er þið ennþá að nota fokku? Já. Og þú mátt alveg segja það. Já, ég veit það. Fjaður. Við erum með svoleiðis fjaður. Þið notið fjaður? Þannig að þið er hægt að nota fokku? Nei, fjaður fokkur, ekki plast. En þið kallið þetta ekki? Jú. Margir kallar þetta bolta. Jæja, takk fyrir komuna. Er þetta búið? Þetta er búið. Takk fyrir komuna og við höldum áfram í föstudagstætinu eftir smástund.